Sigríður komin inn í Skagfirðingabúð á Sauðárkróki og hér eru rosalega ungi framsóknarmenn, eins og þeir segjast heita, með basar. Til hvers eru það því? Við erum bara að halda kökubassar til styrktar Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks. Og hvernig kemur það til? Af hverju? Sko, okkur finnst bara þörf á því og svo ætlum við að halda fleiri fjáraflan til þess að styrkja sjúkrahúsið okkar. En þetta nafn, er þetta nýstofnaður félagsskapur? Hann var stofnaður í fyrra. Þetta er nú ekkert svakalega mikið. Við höfum gert einu sinni áður kökubassar. En sko rosalega ungi framsóknarmenn, eru til sko margar tegundir af framsóknarmönnum? Já, við erum náttúrulega ekki nógu gamlir til að fara í unga framsóknarmenn sem er 16 ára og eldri, þannig að við ákveðum að hafa þetta rosalega ungir framsóknarmenn. Hvað eru þið gamlir? Við erum að verða 14. Eitthvað heyrði ég á því að bæn fermingabarns, það var eitthvað með framsóknarmenn. Áttir þú einhverja sök í því máli? Já, það var nú mín. Hvernig hljómaði bænin þín? Ég manna nú ekki alveg orðrétt, en þetta var svona þakkarbæn. Það var takk fyrir ömmu og takk fyrir pappa og mömmu og Ísland og hreinu vatnið og takk fyrir að Framsókn sé í ríkisstjórn. Finnst þér það mikil heppni? Ég ekki beint heppni, bara sjálfsagt. Ég er alltaf til í að styrkja Heilbrigðisstofnunina og mér líst rosalega vel á þess hérna. Ég gef nú ekkert upp með það hvað ég kýs. Það er 2000 kall. Hvað er í þessari köku? Þetta er svona Ritz-kekskaka með saltnetum. Mjög svona bara skemmtilega og góð kaka. Bakið þið þetta sjálfi? Já, við bökum þetta. Við bökum þetta allt sjálfur. Svo eru náttúrulega fleiri sem eru bara ekki hér sem gerðu þetta með okkur. En eiga eftir að koma fleiri kökur? Eigum við ekki von á einn? Við gætum átt von á, sko, en það voru einhverjir sem forföllust. Hann gátt ekki komið. En þessi er girnileg, líst þið vel á hana? Sérstaklega ef ég þeytir rjóma með henni, þá verður hún æði.